Hannes mætti hérna í Kaplakrika, tapið 30-30. Síðustu svona, það er 5 mínútur eftir og hélt maður að þið væruð að fara að landa þessu. Hvað gerist síðustu 5 í leiknum í dag? Ég veit ekki, tilfinningin var kannski að við þorðum líka að klára þetta. Ég vilja þess að við varum að stýra leiknum í 52-3 mínútur hið minnsta og bara vorum með þetta í höndunum okkar. En við kostum þessu frá okkur eins og við erum búin að gera oft í vetur á móti mörgum liðum, stóru liðunum. Við erum búin að vorum alltaf sæðan í vetur, við erum búin að leika á móti FH afturöld líka, ok, unnum þá svo sem. FH Val, fleiri stóru liðum og náðum einhvern veginn ekki að sigla sig. Kannski reynsleysi, ég veit það ekki, en þetta er gífurlega sækjandi að ná ekki að klára þetta. Er þetta eitthvað sem þið getið lært af að geta ekki klárað, halda einbeitingu í 60 mínútur? Já, klárlega. Ég ætla að gefa okkur kredit líka. Við erum líka alveg búin að klára erfiða leiki og allir leikinn sem við erum búin að vinna erum búin að vinna með einu marki. Þannig að við getum alveg klárað þessa leiki. Bara þetta ekki okkar meira í dag því miður. Það var bara þannig. Ég sagði núna, ég veit ekki hvað að segja meira um þetta. Þinn leikur, nýtti færiðin vel, skoraðir eitthvað 7-8 mörk, ánægð með þinn leik? Já, ég er ánægð með minn leik en ég er svo sem er aldrei ánægður þegar ég vinn ekki. En jú, ég þurfti að svara, fyrstu 2 leikirnir núna eftir áramót hafa ekki verið góðir á mér, ég veit að ég er meira inni. Og standardið sem ég set sjálf á mér, hann er betri en sitt í síðustu 2 og klikkaði samt 2 færin sem maður vill svo inni, líka eitt á krúsal tíma, þannig að ég persónulega ég vil alltaf eiga meira inni. Þór heima næstu umferð, það er risaleikur. Það er bara 4 stöðleikur sem maður segir. Það er náttúrulega markmið nr. 1 í vetur hjá okkur var að halda okkur uppi en úrslitakeppnin er líka bara fyrir fram að neða okkur og ég sé ekki okkur og veitum ekki að geta komið okkur þangað með góðan leik á móti Þór og síðan móti HK næsta leik á því.